Orkuveitan ræðir þessa dagana við Lífeyrissjóði og Norðurálum hugmyndir að sérstöku hlutafélagi smíði Hverahlíðarvirkjunar. Hugmyndin var sett fram af fyrirtækinu KPMG og gengur út á að stofna verið sérstakt hlutafélag Hverahlíðarvirkjun. Gert ráð fyrir að það kosti 30 milljarða króna að reisa virkjunina. 70% af þeirra upphæð verði fengin með því að félagið taki lán. Eftir standa þá 9 milljarðar. Orkuveitan reiði fram rúma 4 milljarða en það hefur hún þegar gert með kaupum á landi, tilraunaborunum og rannsóknum sem tengjast umhverfismati. Eftir standa þá nærri 5 milljarðar og leggur KPMG til að lífeyrissjóðirnir leggi þá til og eignist þar með rétt rúman meiri hluta hlutafjár í félagi Hverahlíðarvirkjun á móti Orkuveitunni. Tillagan hefur verið kynnt sveitarstjórnarmönnum og stjórn Orkuveitunar en hún hefur ekki tekið afstöðu. Fyrir liggja samningar við Norðurálum sölu á orku og á Hverahlíðarvirkjun að gefa þá orku. Deilt hefur hvort samningarnir séu enn í gildi en þeir eru svipaðir samningi sem HS Orka gerði við Norðurál og gerðardómur dæmdi nýverið að skyldu standa. Því kann Orkuveitan vera knúin til að afhenda orkuna þrátt fyrir að forráðamenn veitunar hafi viljað forðast nýjar virkjanaframkvæmdir vegna bágrar fjárhagsstöðu fyrirtækisins. Stjórnarformaður Orkuveitunar segir nauðsynlegt að semja við Norðurálum Hverahlíðarvirkjun. Orkuveitan hafi ráðist í miklar fjárhagslega skuldbindingar vegna virkjunarinnar. KPMG hefur lagt til að Orkuveitan og lífeyrissjóðirnir stofni hlutafélag Hverahlíðarvirkjun. Með virkjunina á útvega orku handa Norðuráli vegna álvers í Helguvík í samræmi við samning frá 2008. KPMG hefur undanförnu stýrt viðræðum milli Norðuráls og Orkuveitunar. Það búið að kynna niðurstöðu fyrstu atriðinu og það bara í meðferði í stjórnkerfinu og hjá hagsmunaaðilum. Borgarfulltrúi Vinstri grænna telur að samningurinn sé fallinn úr gildi vegna þess að hann gerir ráð fyrir að Orkuveitan geti fjármagna verkefnið. Norðurál sé raun að taka undir það með því að vera reiðubúið til að ræða að nýtt hlutafélag sjá að reisa Hverahlíðarvirkjun. Þá eru þeir í raun og veru að fallast á það að Orkuveitan geti ekki fjármagnað framkvæmdirnar sem eru nauðsynlegar. Ég held að þetta mál verði síst leyst með upprópunum og æsingi. Heldur verðum við að taka samningaleiðina og reyna að leiða þetta til lykta. Já, vel þó að við værum laus við samninga Norðuráls, þá stendur eftir að það búið að fjárfesta gríðarlega þarna í borunum og tilraunum og skuldbinda Orkuveituna til þess að kaupa mikinn búnað fyrir fleiri milljarða. Einhvern veginn þurfum við að ráða fram úr því hvað á að gera við þetta allt saman. Haraldur Flósi segir einna helst sé rætt að lífeyrissjóðirnir eigi hlut í Hverahlíðarvirkjun í einhvern ákveðinn tíma og skili eignarhaldinu síðan til Orkuveitunar eða Reykjavíkurborgar.